með boltan og hún sendir hér stungusendingu, sjáum Berglind, hún er að steppa inn í gegn og Berglind á skot og Sandra vel. En Sveindís heldur bara áfram og hún með sendingun inn á teginn og þarna var Sandra að verja aftur. Þetta til hægri. Hún heldur manninu vel fyrir aftan sig. Virkilega vel gert að Diljá er að komast hér inn fyrir og hún nær boltanum. En Sonni ætlaði ekkert að fá á sig fyrsta markið þarna. Og sjáum pressuna hér hjá Ásdísi Karen, hún er fín og Elín Metta er komin á fulla ferð. Sonni var að hugsa að fara út úr markinu, Elín Metta ennþá með boltan. Þarna gerir Hildur Þóra vel og ykkur vilja meina barónum. Og þetta gerir Agla María frábærlega og fær skemmtilega sendingu frá Berglindi og hún er með boltan. Agla María, hvað gerir hún á þessu? Keyrir hér upp og við sjáum að Málfríður hann að fjalla þarna og skota marki og það er komið! Fyrsta marki er komið og það var Sveindís Tjein. Agla María átti allan þennan undirbúning. Frábærlega gert. Sjáum að Málfríður Anna örlítið óheppin þarna. Já, hún dettur þarna þegar Agla María er að snúa á sig en hérna, ég er bara fegin að fá markið þetta. Nú fyrir við að sjá eitthvað. Nú þarf valsliðið að taka. Nú þurfa þær að koma hærra á völlinn. Er það ekki? Þessi síðari hálfleikur gat ekkert byrja betur. Og hér er stungusending. Sveindís er að stinga sér hér inn fyrir. Hún er enn með bolta Sveindís. Og hún klárar þetta. Það er 2-0. 46-34. Og það er orðið 2-0 staða. Hvað sagði Steini í hálfleik? Þetta er ótrúleg byrjun á síðari hálfleik. Við fengum allavega markið sem við vildum. Við vildum mörk og báðum þau og okkur varða óskokar. Þvílík byrjun, sjáum stungusendinguna hérna og sjáum Sveindís í hraðan á henni. Hallbera rennir sér næri ekki til boltans og svo bara í gegnum klofið á Söndru. Hallbera hefði sennilega getað hlaupið með henni bara þarna og stíða hann út. Algjörlega, hún kýsa að renna sér hér og Sveindís klárar þetta hér í gegnum klofið á Söndru. Kemur þeim í 2-0 með bæði mörkin. Bara með mínútu millibili. Þetta er ótrúlegt. Jæja. Nú held ég að valsliðið eins og þú reddi bara þurfi að fara hærra upp á völlin. Það er verið að gera. En tapa boltanum þarna. Agla María og sjáum hérna Sveindísi hægra megin og Sveindís að frábæra hlaupu. Þetta er svo einfalt og Sveindís setur þriðja markið. Þetta er ótrúlega einfalt. Sendingin frábær frá Aglu Maríu. Þrennan er komin. Já. Þetta er ótrúlegu síðari hálfleikur. Þetta var frábært hlaup hjá Sveindís líka. Alveg meiri áttar. Hún beið lengi. Við þurfum eiginlega að fá að sjá þetta aftur. Agla María gerir líka vel. Hún heldur boltanum og býður eftir hún dregur mann í sig. Algjörlega sjáum þetta hér. Frábær sending hér á milli varnarmanna Vals og svo er það bara að klára þetta og hún klárar þetta svo vel. Sjáum þetta hér. Þetta er geggjað. Þetta er frábærlega að klára hjá henni. Og ótrúlegar tölur í raun og veru hér með við hvernig fyrri hálfleikur þróaðist. Ég spáði þessu leik 1-1. Ég spáði þetta að Sveindís myndi skora en ekki þrennu kannski. Nei. En gaman að því. Gaman að því og flestir spáðu, þeir sem voru að spá voru kannski að spá. Gerðu það vel. Liggur svo í öftustu línu. Þessi sending skelfileg frá Guðný og Agla María með frábæra sending á Berglindi. Hún á bara markmanninn eftir og hún með skotin og þessi stein liggur. Berglind Björk skora sitt 5. mark í deildinni. 4-0. Þvílíka tölur hér í Kópavogi. Þetta er ekki eins og 2 jöfn lið að spila. Nei. En frábærlega klárað hjá Berglindi. Hann langaði svo að setja 1 mark. Sjáum hérna frábær sending frá Aglu Maríu og Agla María hreint með stórkostlega leik. Og frábærlega klárað hjá Berglindi Björgu. Sjáum þetta hér. Og þvílíkir yfirburðir í þessum síðari hálfleik hjá Blikum. Já, þetta er eins og 2 ólíkir leikir fyrir á seinni hálfleikur. Ég vilja vera að fluga vekk þarna í hálfleik. Hvað fór?